það önnur sem búin að vera að trilla TikTokið okkar? TikTok trillirinn sjálfur. Jojo Siva. Búin að taka J.Lo fyrir og komum tími á næsta J.Lulu. Heyrðu, við ætluðum að taka þær saman. Já. En það sem við höfum mikið að segja J.Lo málið, það var 1,5 tími eða eitthvað. Já, það var svolítið langur. Og við hefðum alveg getur lengur. Eina ástæðan okkur hættum var að því að við þurftum að sækja á leikskóla. Já, einmitt. Nei, við tókum þetta morguninn. Að ég var að hlusta þáttinu og ég er ekki nú eiginlega vöknuð. Já. En nei, þú bara pissiði og þá klukkan var mikið. Við vorum 1,5 að tala þetta og En Jojo Siva, was a bitch. Við endum með J.Lo þáttinu á því að segja að þær eru sérst með sama sjúkdóm sem er þetta Delulu sem er í gangi, sko. Eða fólk er að segja það. Já. Þetta er ekki okkar orð. Nei, þú veist, menna svo það fólk náttúrulega bara augljóslega mynda sér skoðanir. Já. Hvort þau séu sammála eða ekki. Einmitt. En, já, þú veist, það flestir vita og ef þú veist, áskrifta bestís, þetta er þátturinn ykkar. Þannig ef þið íttu á þetta og þá ætla viti svona hvern ræðir, en ef ekki, þá erum við að tala hvern ættu að lýsinni. Jojo Siva, hún heitir raunverulega Joelle Joanny Siva. Og henni þekkt fyrir svolítið, þú veist, við þekkjum hana svolítið bara af YouTube, sko. Þú veist, ég þekki hana bara sem barnastjörnu, sko. Já. Bara sem, basically bara það. Já, ég vissi í rauninni samt ekki hvað. Ég vissi hún var geðfræg. Og ég er talað það way back. Já. Bara þegar hún var á sínu prime time. Bara sem barnastjörna. Já. Þá vissi ég ekkert af hverju. Einu sem ég vissi var slaufurnar í hárið. Ég vissi ekki að hún væri með eitthvað lag sem var geðfrægt og ég vissi ekki að hún væri með eitthvað Nickelodeon. Nei. Og með eitthvað bíóspólur. Ég held að væri bara svona vinsæll YouTuber. Eitthvað svona day in my life, gera fullt af slími, eitthvað. Ég nefnilega vissi það ekki, sko, því að litla sestin mín elskaði hana. Já. Og ég þurfti alltaf að stoppa og reyna að finna ykkur slaufur, en ég hafði ekki hugmynd hvað þessi krakki var að gera. Ok. Og ég veit ekki til þess að hún var eitthvað á YouTube á þeim tíma, sko. Þannig ég veit ekki alveg, ég þarf eiginlega að spyrja hana. Fann hana, já. Já, ég þarf eiginlega að spyrja hana hvað hún var, hvað það var þá. Já, en sko ég man bara, veist, ég svona veit hver þetta er, byrja að vita almennilega hver þetta er út frá að Northwest fer til hennar í Keeping Up þætti. Já. Og þá verður ég svona, ok, já. Það var hann frekar eldri, eða ekki? Já, algjörlega, sko. Þú veist, það er einhver x ár síðan samt. Það er ekki það langt síðan. Það er ekki það langt, en það er samt alveg, þú veist, kannski COVID náttúrulega 10 ára í dag, skilju hana. Já, þetta er fyrir COVID, sko, já. Þannig að það er alveg 4 ár síðan samt. En og þá var hún svolítið í þessu, bara í þessum YouTube heimi, þú veist. Það voru lýsinni þannig. Já, hún alltaf fór í YouTube, skils mér meira eftir COVID, í COVID. Já, og fyrir. Það var mest í því eitthvað. Já, en við ætlum að fara svolítið yfir bara hver hún er og svo einmitt ræða allt sem hefur verið í gangi núna síðustu dag. En Jojo er fædd 19. maí 2003. Það gerir hana að Naut. Já, naut. Já, hún er naut. Fóreldrar heita Jessalyn og Tom Siva náttúrulega bæði tvö. Hún á einn eldri bróðir sem heitir Jaden Siva. Hann var líka einhvern tímann á TikTok og eitthvað svona þannig. Já, það. En er í dag vist bara fasteignasali. Já. Það er mjög algengt þannig í Hollywood. Já. En það var sem sagt, þú veist, hún svona varð kannski fræg fyrir mörgum öðrum þegar hún var í þáttunum The Ultimate Dance Competition sem var, þú veist, seinni sería af því af Abby Lee Miller sem er þessi ógeðslega frægi danskennari Dance Moms. Já, sem er úr Dance Moms sem gett hörð við dansarinn sína og börnin í rauninni og þegar pott heyrt sound á TikTok eitthvað svona on the top of the pyramid was you eitthvað svona bottom of the pyramid Jojo, have you learned nothing? Þannig að hún var í því og það gerði hann Þessi þáttur er í áskrift. Ef þú vilt heyra restina af þættinum getur þú farið inn á teboði.is og orðið áskriftar besti.